Nú ætla ég að tala viðfangsefni sem að flestir þjálfarar þekkja, eða örugglega allir þjálfarar þekkja og margir þjálfarar kannski óttast eða hræðast að það sé það sem er að fara að gerast þegar þau taka við hóp af nýju fólki og sumir svona einhvern veginn vona að, þú veist bara, vona að þetta sé góður hópur og ég vona að vera engir krefjandi iðkendur eða erfiðir iðkendur eins og sumir segja. Og sem við ætlum að tala núna er bara hvernig maður getur átt við margar aðstæður þar sem að iðkendur eru krefjandi. Og hvað meina ég þegar ég segi krefjandi? Einhver sem maður er oft sagt þessi óþekkur, er ekki að hlýða, er með læti, vill ekki taka þátt eða eitthvað svoleiðis hræðslu að finna einhverja leið til þess að hjálpa til við að ná þessum iðkendum á rétt ról. Þannig að fyrsta sem maður getur gert er að maður getur einfaldlega bara komið nær og passa að þessi iðkendur séu nálægt manni. Og ef maður er með nokkra þjálfara og maður er búinn að átta sig á því kannski hverjir það eru sem eru krefjandi, að vera svolítið nær þeim, að vera nálægt þeim og það sem maður getur þá gert er maður getur nota 3x3 aðferðina með því að nota nafnið þeirra, að nota augnsamband og nota viðeigandi snertingu til þess að hjálpa þeim að halda einbeitingunni til þess með að vera að tala eða til að, þú veist, gefa þeim eitthvað svona hrós eða pepp til þess að koma þeim aftur á stað, gefa þeim eitthvað svona jákvæð. Að passa það að fyrsta sem maður sé að gefa þeim er ekki neikvæð athygli, heldur þú veist eitthvað jákvæð athygli, að þau séu að hrósa þeim fyrir eitthvað sem þeir eru að gera vel, þá eru meiri líkur að þeir vilja gera það aftur. Passa það þegar þeir eru að gefa fyrirmæli og leiðbeiningar að það sé stutt. Og ef að leiðbeiningin sem að þið gáu upphæði eru svona löng, að búta þeirna bara niður og leyfa þeim að byrja á einfaldara skrefi eða bakka aðeins tilbaka þannig að sé eitthvað sem þið getur ná árangri og þá getur þið strax byrjað að nota til þeim samlokuaðferðina til að hjálpa þeim, verið að gefa þeim fimmur og svoleiðis og hjálpa þeim og hrósa þeim og þá fer þeim að byrja að líða betur með það sem þeir eru að gera. Og það sem mér finnst líka mjög mikilvægt að við séum að gera í þessum aðstæðum og í raun og veru í flestum aðstæðum sem þegar við erum að þjálfa er að við hugsum svolítið forvörnina. Og hvað þýðir það? Að við séum búin að tala við hópinn áður en að við séum að byrja hvað sé ætlast til að þeim. Hvernig maður að hlusta, hvernig maður að sitja, hvernig maður að standa, hvernig maður að rétta upp hönd og biðja athygli og hvað er viðeigandi og svo framvegis. Það er einn hlutur. Og ef við finnum svo iðkendur sem að eiga erfitt með þetta, að við séum að tala við þau líka í einrúmi áður en við séum að fara að gera hlutin og jafnvel láta þessa iðkendur vita hvað er að fara að gerast áður en maður lætur alla hina vita því. Og að tala, stoppa kannski æfingu aðeins fyrir, fá þennan iðkenda aðeins til sín, láta hann vita að við erum að fara að skipta æfingu, við erum að fara að gera þetta hér og ég treysti þér svo mikið fyrir þessu að því að þú ert toppdrengur eða toppstúlka og bara standa þig vel og ég legg svolítið áherslu á það núna að þú gerir þetta rosalega vel, eftir til það að gefa þeim fimmu og svoleiðis, þannig að hjálpa þeim að þeim líði eins og þau séu smá hluti af þessu og jafnvel séu smá einstök fyrir að fá ykkar athygli á jákvæðan hátt. Að við séum að tala um þetta áður en það gerist og við séum að fyrirbyggja það að þau séu að fara að gleyma sér og fara út í eitthvað annað sem þau eigi ekki að vera að gera.